Góðan daginn og velkomin í stundina. Það er svona aðeins breytt form hjá okkur. Það er allt í lagi. Við erum stóri strákar og stelpur og þolum það mjög vel. Það er allt í lagi að breyta stíl svona ef okkur finnst, en það er líka allt í lagi að hafa gamla stílinn ef við erum í það. En við ráðum þessu sjálf sem stjórnum þessu og aðalatriðið er að þetta haldi bara velli sem að verið er að gera hér og skili þeim árangri sem að vænst er. Og hvað er hann nú? Í hverju felst hann? Í orði Guðs að einhverju leyti. Það er nú svona lykillinn á bak við þetta verkefni sem hér er. Sem er búið að vera á annan áratug. Nokkuð reglulega, já reglulega. Og alltaf sama heikasvarnið er að tala orð Guðs. Og hvernig getur það nú verið vikum, mánuðum og árum saman? Það er bara vegna þess að orð Guðs er lífið sjálft og lífið er bara í kringum okkur. Og það sem gefur þetta líf, skapar þetta líf, er í kringum okkur líka og það er ekkert óeðlilegt við það og við erum nú svona að tjá okkur eitthvað aðeins það. Þannig að það er svona misjafnt hvað svona menn eru að leggja áherslu á. Sumir eru í þessu veraldlega og telja það merkilegast af öllu merkilegu og aðrir sem þekkja aðeins lengra vilja tjá sig það sem gerði þetta allt og til að mynda manneskjuna sem hér er að tala. Og hann heiti Jesús og hann er með okkur í dag. Orð Guðs segir að hann hafi reisið upp frá dauðum og lifi eilíflega með föðurnum og himnum. Og fyrir þetta nafn, Jesú, mun slíkt hið sama gerast hjá mér og þér sem trúum. Og af því að þetta er mikilvægt og það er veist að þessu nafni fram og tilbaka hjá fólki í kring myndu það, þá þurfum við að vera með einhvern stað sem við getum opnað á og fengið til okkar hressinguna sem segir okkur umbúðalaust, jú, ég ætla víst að halda áfram. Og það er einmitt það sem við þurfum að gera, við þurfum að halda áfram. Og þetta er nýr dagur sem að Drottinn gaf okkur til þess að halda áfram og við ætlum að halda áfram. Aðeins breytt form en innihaldið sama. Þetta þema sem hér hefur verið, já, frá því að þátturinn byrjaði og farið var að stað með hann til að gera þetta form sýnilegt. Og það hefur tekist, sýnist mér, bærilega. Að vísu er þetta ekki alveg kostnaðarlaust að gera þetta en kostnaðurinn kemur nú allir tilbaka í gleðin af að vinna verkið. Þannig er með Guð að hann gefur okkur gleði að vinna verkið og svona stramt til tekið að þá hlökkum við til að gera nýtt verkefni og svo þegar því lýkur að þá verðum við harla ánað með verkið og við erum ekkert að reykja okkur af þessu, við viðurkennum það fyrstir manna að þetta er Guðs verk. Þannig við höfum lært það á langri leið að vera ekkert að flækja hlutina neitt með því að telja okkur hafa, já, unnið þetta, jú, við gáfum að tíma okkar og ekki meira. Drottinn sjálfur gefur orðir sem að við það séu í svona þætti og þætti eitthvað svipuð þessum. Og þetta gerist ekki nema að viðkomandi sé fylltur heilugum anda í hjarta sínu og gerist ekki heldur nema hann stundi sína trú og vakni inn í hvern nýjan dag með það markmiði að gera sína trú. Og það er nú með þetta eins og allt annað að þú ræður þess alveg sjálfur hvernig þessi mál eru. Og ég hef alveg fyrir mig að leyfa Drottni bara eiga daginn. Og ég hef alveg fyrir mig að
nota tímann eins og hann vill fyrir lifandi Guð. Og það hefur tekist alveg ágætlega og ég er sáttur við allavega þann hluta lífs míns. Ég hef verið ræktarsamur við þetta. Ég veit ekkert með þig, ég trúi því bara að þú sért bara á sama stað hvað þig varðar að vilja vera þessi ræktarsami einstaklingur. Hvað Guð varðar því hann á það inni, hann á það skilið. Einhver á eitthvað skilið þá er það hann að þú gefur af tíma þínum, mikilvægum svo sem, fyrir hann eitthvað á hverjum degi. Það er þetta tilætlun að semja. Ég veit ekkert það hvað þér finnst það. Ég segi nei. Þetta er bara eðlilegt og þakklæti mitt til hans sem skóp mig og gerði og lifði með mér á hverjum degi og vill að ég geri ákveðin verk, veistu til hvers? Hann er að leita fólki til að frelsa og hann nota mann og annan til þess að úr þessu verði sem segir okkur það að til þess erum við hérna á jörðinni. Við veitum að í daginn þá hverfum við í þann og svo bara með tímanum þá gleymist þetta fallega nafn til að mynda mitt. Og það er alveg eðlilegt því að þegar við erum hætt að vera hérna og allir eru hættir að sjá okkur og heyra fallegu röddina okkar þá smátt og smátt þá bara fjara þetta allt saman út. En endur en ekki þannig komin. Því að það heldur áfram að vera til fólk og jörðin að gera nákvæmlega það sem við erum að gera hér. Þetta dó ekkert með mér. Sumir halda að þetta kirkjan degi út með sér en það er rangt. Og þetta deyr ekkert út með mér vegna þess að sá sem stjórnar þessu öllu, hann heitir Jesús. Hann er til, já, og verður alltaf til. Og hann vil stjórna þessu stýra, leiða menn og konur frá sínum stað út til samfélagsins til þess að boða trú. Og hér er einn að boða trú. Það eru mörg sem erum að boða sömu trú og hér er boðið. Trú á Jesús. Og ekki bara það við sem að boða öðrum trú á Jesús, heldur lifum við þessa trú sjálfur og sjálf og höfum ekki fundið neitt betra fyrir okkar líf heldur en þetta og erum því ekkert að fara neitt. Þegar þú viðurkennir það og hafi fundið það besta og ert búin að reyna ýmislegt, þannig er þetta bara með þetta líf að við reynum ýmislegt og vegum og metum það sem við höfum reynt og flest af þessu gáfu fallengun í raun og veru en ekki það sem að Kristur hefur skapað í okkar lífi. Það viljum við varðveita og meira, við viljum segja frá því. Það er ekki hégómi að segja frá því sem Drottinn hefur gert í okkar lífi, en væri kannski svo lítil hégómi að vera eitthvað að telja upp öll afreki sem maður unnið og svo náttúrulega fyrir utan það, þá eru þú nú harla fá og held ég engin bara. Og hvað veit maður svo sem hef ég eftir skýjana af eigin verkum, ég held að maður eigi nú engin sem að þú getur ekki líka státað af fyrir þig. Og hvað er þá fræða ferillinn af því sem ég er að gera, hann er ekki þarna. Þetta snýst þetta mál ekkert um það, þetta snýst það hann, verkin hann sem að skildi eftir á jörðinni og er enn að vinna við og vinna að í gegnum þetta fólk sem er núna fyrir mátt heilags anda og trúarinnar á Jesú sem tók sér bólfestu í hjarta einstaklings. Það er aflið sem að drífur þetta allt saman áfram og birtingamyndin þar er ég og þú út allan heim að gera eiginlega sama og hér er verið að gera þó að formin á því séu kannski misjöfn. En þetta er ekkert eina formið sem er með þessum hætti því að þetta er mjög vinsæll miðill orðinn, það er þetta ágæta net einmitt til þess að standa í einhverju svona. Og við erum tilbúin til þess að standa áfram í þessu vegna þess að við höfum svo góða reynslu af þessu. Og svo líka fyrir utan það, þá höfum við mjög gaman að þessu vegna þess að Drottinn er með. Við finnum fyrir honum sem að vinna við svona verk að hann er með. Ég hef alltaf fundið fyrir Drottni þegar ég er að gera þessa þætti mín og þetta er ekki fyrsti þátturinn eins og þú veist. Og ég sé ekki eftir neinu að hafa
ég sé ekkert eftir því að hafa farið út í þetta því að þetta hinn besta skemmtun og svo auðvitað fróðleikur mikill að vera með þetta og vera treyst fyrir þessu, ég tala ekki það. Því að sá sem stjórnar, hann heitir Jesús og hann bara með. Maður finnur fyrir honum í hvert skipti sem maður kemur hérna til að vinna þetta verk og svo náttúrulega fyrir þetta það finnum maður fyrir honum bara allan daginn, bara allt árið í gegn, þannig að sem trúaður einstaklingur með virka trú í sinni hjarta að þá getur hún nú fátt gert en að upplifa hann á hverjum degi og það svona mitt hlutskipti og ég veit að það líka þitt hlutskipti og gæti alveg verið þitt hlutskipti því hann ég lítur ekkert stærra neitt á mig heldur en þig og hann lítur heldur ekkert minna á mig en þig. Við erum bara sköpun hans og hann elskar sína sköpun og segir sjálfur að hann sjá ekki eftir neinu og hlúir að þessu sem hann hefur og það sem hann sér að virkni einhver, það bálar hann eða eykur hann logan þannig að virkninu verði meiri. Og það einmitt eldhugarnir sem við sjáum áratugum seinna og fullu í boðun í því formi sem að boðun margt. Það ekki einhver ein leið til að boða, það margar leiðir til að boða. Og Drottinn bara stýrir þessu stjórnar og við leyfum honum að gera þetta eins og hann vill og við stakkur í. Við höfum þá reynslu af því að það farsælasta leiðin. Við höfum að vera með þá leið uppi sem að gefa bestan árangur og þú færði ekkert betri árangur en hann, þar sem að Drottinn setur upp í hendurnar á þér. Hann setur upp í hendurnar á þér og meira, hann stendur bak við það. Og það raun og vera hann sem drífur þetta allt saman áfram. Eins og ég hef oft sagt sjálfur að sleppum við það, ekki gera það, sleppa það, það er búin að gera þetta svo lengi. Nei, hún ferð af stað. Þetta Drottinn bara í deginum og hann að tala til fullt af mönnum og konum í þessum degi. Eins og hann hefur gert alveg ráði að hann stétt hlimna og stofnaði kirkjuna á Hvítasunnu dag 40 dögum eftir uppstigninguna, eitthvað svoleiðis. Og kirkjan búin að vera hérna á fullu starfandi på hvern einasta dag frá þeim tíma og það verða yfir meira en 2000 ár síðan þetta var og það dálítið langur tími þó að þetta sé kannski dropi í hafið í augum Drottins, þá það fyrir okkur mjög langur tími þegar við lifum svo stutt. Og við erum nú alveg snillingar í því mörg hver að fara illa með lífið okkar þannig stutta tíma sem við lifum. En þó ekki þeir sem að Drottinn næra frelsa og festast við sig, að þeir aftur á móti horfa til Krist og fara svo að vinna með honum með sitt líf. Og þá komin svolítið annað tilgangur með lífið okkar og við sjáum góða og mikla tilgang að veru okkar hér og við förum að elska það að gera vilja Guðs. Já, vilja Guðs. Við gerum ekki vilja Guðs nema fyrst að deyja sjálfinu. Því að hrokinn má ekki bálast upp í okkur en hann alltaf að banka á dyrnar, hrokinn. Ég mikill og merkilegur, auðvitað ég mikill og merkilegur allt það, en ég þjóna honum sem miklu stærri og merkilegri en ég og ég lít honum. Og það kemur í veg fyrir að þessi andstæð sem heitir hroki sé eitthvað að láta á sér bæra og kræla. En hann þarna, hann vill vera eitthvað númer í mínu lífi, en hún tekst það ekki vegna þess að Drottinn stígur bara á hann. Og ég alveg sáttur við það, hann stígur bara á hann og ég kann ekki vel við hann að hroka hvorki í mér eða öðru fólki. Ég var nú bara að viðurkenna það og maður reynir nú að halda þessu allir saman niðri og vera ekki þar. Þú gerir það sem þú vilt, þú mátt gera það sem þú vilt, því ég raun og veru varða mig ekkert það. En ég líka ræði fyrir mína parta hvað ég vil og ég vil þjóna Jesú. Sumir afskaplega sáttur við það, þessi að ég sé að þjóna Jesú, en aðrir hrista höfuð yfir þessari þjónustu og vegna þess að skilja ekkert hvað maður að fara okkur. Þeir eigi ekki það sama ég og ég í hjarta mínu. Þar skilur á milli svo alltaf áður hefur gerst. Þannig hefur þetta alltaf verið og verið vist áfram. En við erum að tala hér
orð Guðs, svona eins og Drottinn leyfir okkur að tala og ég svo sem ég sé oft sagt, þá kem ég óundirbúinn en ég ekkert að segja að þú að gera það. En þetta það sem að Drottinn hefur sett í mig að vinna eftir. Að hann gerir þetta þægilegt fyrir okkur. Eins og ég hef oft talað það og þetta þannig að ég væri að undirbúa mig eitthvað rosalega mikið að þá myndi ég ekki hugsa neitt annað. Þessu ítti Drottinn til hliðar og sagði, já vinur, nú sest þú bara það sem þú situr og þú byrjuðu. Og þetta gerðist fyrir mjög löngu síðan, ég man alltaf þegar þetta gerðist. Og ég fór að prófa mig og til ég var að vita hvar ég stæði. Og ég sest niður og byrja að tala. Og það var svona einhver svona ræði sem við erum með hérna og í raun og veru að fann ég að ég gat eiginlega tala bara eins lengi og ég vildi þetta efni og ef við verðum að hafa einhvern tíma á því og ég svona tímakall og kann vel við það að þessi tími á og ég man eftir því eftir hálftíma þá sem sagt stoppaði ég og ég held að þetta væri nú allt saman tómt rugl, ég tók þetta upp, ég var að byrja á því og hlustaði á þetta fyrsta efni mitt og sagði þetta er harla gott hjá kallinum. Þannig að maður settist bara og hélt þessu bara áfram. Ég man ekki hvort ég byrja allavega, ég vissi að ég gat gert þetta en ég fór ekki með þessa þætti af stað fyrir en ég ætli ekki 10 árum seinna eftir þetta fyrsta atvik. Þetta er orðið svo langt síðan maður minna maður byrjaði í þessu. En þessir þættir hafa verið vikulegir harla lengi og ég sé ekkert útlit á því að þeir séu neitt að fara neitt. Og ég skulle bara fagna því og meðan að Drottinn vill að þetta haldi áfram því að þetta snýst ekkert mig, ekkert nema því leyti til bara að ég mæti og geri mitt og kveiki á vélinni. Hann sér allt hitt. Hann sér allan útbúnað sem þarf til þess að þetta verði nú nokkuð gott og meira glæsilegt. Þannig að ég gef honum allan heiður að öllu þessu góða sem í gegnum þetta efni hefur komið frá upphafi og ég segi þetta bara híklaust vegna þess að ég veit hverju ég þjóna. Ég þjóna Jesú og hann gerir bara gott. Hann gerir ekki bara gott fyrir þínar hendur, hann gerir gott fyrir allra hendur sem að bara lúta honum. Það er skilyrðið. Ef þú vilt að Drottinn noti þig, þá verður þú líka að lúta honum. En ef þú gerir það ekki, þá fer það þannig með tímanum að hann ýtir þér til hliðar og ég veit að þú vilt það ekki. Og ef hann ýtir þér til hliðar, þá var það vegna þess að það var herra Roki komin inn og þú byrjar að sprikla svolítið svona aðeins að blessa sjónaði með öllum þessu góðu verkum þú verður að gera og ég er ekkert að segja þau sé ekki þarna. En þegar við erum komin á þann stað með okkur sjálf og Drottinn er orðin ef þú ert farin að heiðra sjálfa þig fyrir verkið, þá er Drottinn í raun orðin einhver afgangsstærð hjá þér og það má ekki gerast. Því hann getur ekki verið einhver afgangsstærð hjá þér eða mér, vegna þess að þetta snýst allt hann. Boðskapurinn Jesú snýst hann, verkin hans, og við lítum bara smáum augum á okkur sjálf, en þó mikilvægum augum að því leyti til að hann þarf mann til þess að gera þetta og okkur ekki mig alveg svo þig eða einhvern annan. Jú, hann tekur bara þann sem er tilbúinn og veit hverjir eru trúar og hverjir ganga með honum og ef einhver í hópnum, trúaðhópnum, hann er ekkert að pæla í henum, í trúaðhópnum og hann sér að hann er að byggja upp í sjálfur sér traust til Jesú, og það var aldrei að veit hann að kalli nýpp í viðkomandi og svo byrja fyrir eitthvað á stað fyrir hans hendur og ég hef svo sem oft talað það að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur. Sjálfur átti ég ekkert von á því að þetta er í gangi eftir öll þessi ár, þetta sem við erum að gera hér, en það er nú bara raunin og þá kemur maður enn og aftur á því að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur og notar alla menn og konur sem að sér að vilja láta nota sig. Og hér er einn sem vill að Drottinn noti sig. Og það hefur verið gaman og þetta er eiginlega bestu stundirnar sem ég á og það er þegar ég er að vinna þetta verk.
af því að Drottinn er með mér, hann er reyndar alltaf með mér, en þannig erum við saman að starfa og hann sem sagt gefur þessi orð sem að þú ert að heyra hér og þau blessa þig vegna þess að hann er Guð blessunarinn. Það sem hann segir, það snertir við hjartan okkar og fyrir að blessa hjartað okkar. Akkur hjartað okkar? Af því þar eru stöðvarnar og heilagur andi sem að grípa allt sem er Drottins. Ef ég væri ekki þarna, þá væri ég bara að tala mínu holdi og þá færi þú væni minn að heyra fullt af grópsögum hann kona frá Hafnarfirði sem að gerði þetta og gerði hitt. En hefði ég farið þessa leið, þá get ég alveg lofað því ég væri ekkert þetta lengur. Þá væri hann bara búin að fjarlægja mig. Þannig það er ekki málið fyrir mig að lofa Drottinn. Ég elska að lofa Drottinn og svo lengi sem ég lifi og Guð gefur kraft og þrótt og vit til að þá muni gera þetta. Lofa hann. Já, benda á hann sem leið fyrir fólk í lífinu til þess að öðlast það sem er betra og það er bara staðreynd. Drottinn gefur það sem er best, hann gaf sjálfan sig, hann gaf mér trú, fyllti mig heilugum anda og svo aukreiti rétta mér heila bók og sagði mér að lesa þessa bók því þá vissi allt sem ég þyrfti að vita hvað væri trú og hver Jesús væri og hvað hann geti gert fyrir mínar hendur. Já. Svona notar að menn og þeir fara að vinna með sínum höndum sem leið hans hendur. Og fyrir þessar hendur læknast menn. Þetta er ekki merkilegri hendur en bara þín hendi. En hún er að því leyti til ólík að kraftur Guðs býr í þessari hönd. Og hvað get ég þakka mér það? Ég get ekki þakka mér það. Ef Drottinn vill að þetta sé svona, á ég þá að banna hann það? Auðvitað ekki. Það var í roki. Því að svona vinnur Guð. Hann notar fólk til þess að opinbera sjálfa sig í gegnum fólk. Já, í gegnum fólk. En við óverðum þetta fólk oft á tíðum að við erum svo gjörn á að fara út í einhverja goggunaröð og að því við sjáum þetta ekki í manninum þá kannski bara hýtt honum til liða. Svo er það spurningin sem ég hef aldrei fengið svarið, hvað vilja mann sjá? Hvernig lítur Guðsmaður út? Segðu mér það, ég veit það ekki. En ég get alveg sagt þetta hvernig Guðsmaður lítur út. Hann á þetta allt saman til í hjarta sína. Þar er það. En þú sér bara venjulega manneskju sem að jafnilega er stundum kjánalega og allt það saman það. En þessi viltu sjá með allir virðingu fyrir munkunum, þeir rúta höfði. Þú sér aldrei brosvipur á munknum og þú sér voðalega þetta guðlegu maður. En hvað er þetta gleðin sem að Drottinn keppir eftir að við séum með? Hefur við þannig alltaf að vera tuldrandi einhverja bænir bara með sorgarsvip á andlitinu? Hvað er þá gleðin? Já, gleðin. Er ekki Drottinn allt gleðina? Ef við ekki sýna þetta, að þá er það vegna þess að þú sem þekkir ekki Guð, ert nú bara að staðfesta það með svona viðbröðum. Þú þekkir ekki Guð neitt, en ert samt að bera fram einhverja mynd og skoðun eitt og annað sem þú veist ekkert Kynntu þau bara málin. Og þá dettur þetta allt saman dött niður. En þú munt ekkert kynna þér málin. Ekki þessi mál vegna þess að þú ert bara dómarð manneskja og verður áfram. Því að Drottinn mun ekkert leyfa þér það. Að fara að kynna þér þessi mál og fá okkur rétta niðurstöðu vegna þess að hann gefur þér fyrst heilagan anda. Og hann gaf mér heilagan anda, ég baði ekki hann, og hann getur alveg eins og hann gaf mér, gefið þér heilagan anda og þá kemur allt önnur mynd á þetta. Og þú segir eins og ég líklega, það er til Guð. Þetta er fyrsta opinberunin mín sem ég fékk í mínu lífi, þessi fáu orð, það er til Guð.
og þessi mynd hefur aldrei farið frá mér. Og þetta grunnurinn, þetta Guð. Og Drottinn fór að byggja ofan á þennan grunn og það komin þessi staða í dag. Maður sem búinn að ganga lengi með Jesú, hefur vaxið á hverjum degi í Jesú og mætt alls konar í Jesú, vegna þess að það fylgir því að fylgja Jesú ákveðin barátta. Það ekki allir uppteknir við það að hlaupa upp hálsinn á þér og þakka þér fyrir öll þín góðu verk, en þú átt þau, en hver sér þau? Ég veit ekkert það, kannski sér þau enginn, en ég veit hver sér þau, hann heitir Jesús. Hann með þetta allt saman merkt fyrir fram að sig. Hann verðlaunar okkur á margvíslegan hátt sem hann einn sér og það hann einn sem að gefur meðmælin. Já, og þau verða ekkert frá manninu tekin. Það eru meðmælar. Allt saman vegna þess að þú hefur leitt trúniðinni að vinna með þér, vinna fyrir þig og í þér, og þetta niðurstaðan. Áratugum seinna ertu við verkefni sem að þér var treyst fyrir áratugum síðan kannski, vegna þess að þú sérð ekkert annað í stöðinni og þú ert enn harla sáttur og sátt við það sem þú ert að gera. Okkur, trúin leið úthald. Já, hún úthald. Og þetta vissur nú betur en ég. Og það eru margir sem hafa sýnt mikið úthald í Jesú nafni. Það líka það sem þeir eiga að gera. Þeir eiga að sýna úthald í Jesú nafni, því að Drottinn og trúin mín, hún drifkrafturinn fyrir allt úthald. Þannig ef að þú gefst upp á trúnni, þá er vegna þess að þú leyft trúna að fjara undan þér. Og þegar hún fjörð út, og þá hefur óvinnurinn greiða leið að þér og stekkur á þig. Og þá byrjar uppgjöfin og svo hverfur bara út. Hvert? Það veit ég ekkert um. Allavega sér maður þig ekki lengur í kirkjunni. Það svo mikið veit ég. Þannig að þetta barátta. En við dæmum þetta ekki neitt, okkur var að reyna ekkert þetta. Okkur getur fundið þetta leitt allt saman á það og þetta þykir okkur þetta leitt, en við getum ekki gert neitt meira en að þykja það á leitt. Því það verður hver og einn maður og manneskja að fá að lifa sín lífi eins og hann vill og hún vill, eins og ég. Ég vil halda þessu verki áfram. Ég vil að vakna inn í daginn með Guðs orð og vörum og þannig hefur það verið alla mína trúargöngu. Og þetta drifkraftinu sem birtingamyndin af öllu því sem maður að gera. Og vegna þess að þetta heldur allt áfram. Það svona staðfestingin á því. Og það vegna þess að Drottinn með sem að þessi gleði fylgir með og ég hef alltaf jafn gaman að þessu sem ég marg oft sagt. En hvað með þig? Finnst þér alltaf jafn gaman að gera það sem þú alltaf hefur verið að gera í áratugi? Ég veit ekkert um það, ef að það þá ertu líka lökkurnar pannfíll. Þá ertu manneskjan sem hefur gaman að því að lifa og vera til. En það ekki allir sem eru þarna. Sumir menn eru þannig að þú sér aldrei brosið upp á vörum. Og ef ég segi eitthvað þá er þetta eitthvað sem þú vilt ekki heyra. Af hverju? Menn eru bara eins og þeir eru. Þegar allir að glíma eitthvað og menn eru misjafnlega í stakk búnir að vinna á þessu. Þar höfum við heldur betur forréttindi sem að eigum í Jesús. Því að aflið sem hann hefur í hjartanu fyrir sinn mátt drifkraftur líka. Og þú sér alltaf einhverja lausn í sjónmáli, í hendinni hjá mér, sem þú notar. Og svo þetta bara fókið út í veður og vind, það sem kannski var ángraði. Og svo kemur rammáli skjálbrósandi. Skjálbrósandi. Það sér ekki brosa uppbrósa með fólki maður. En það er ekki mitt ágefni, því að menn verðist að fá að lifa því lífi sem þið vilja og velja. Ég vil vera hinum einn. Vera svona í þokkalegu skaparðun og það er í nú yfirleitt. Þú sér nú eitthvað stundum allt annað eða eitthvað. Ég er ekkert að segja það að ég sé fullkominn maður en ég þarf svo sem ekki að fara mörgum orðum
það við þig, þú þekkir þetta. Þekkir hann kall, en þú getur held ég viðurkennt það með honum að hann elskar Jesú. Og það nú eiginlega bara staðfestingin á öllu góðu, ekki? Ekki eigin mætti, heldur ég þá í mætti Jesú Krist. Sem að þetta góða fer að streyma frá þessum einstaklingi og eins það með þig að allt þetta góða sem þú gerir það streymi frá trúniðinni á Jesú. Þannig að hann allt í öllu og vill vera allt í öllu og við skulum leyfa honum að vera allt í öllu. Og svo mikið lærum við á göngunni að við erum hætt að vera eitthvað að reyna að grípa fram í fyrir hendurnar á honum. Ok, ef þú vilt þetta þá gerum við þetta svona. Og hér ég og þú ert að horfa á nýtt form reyndar, ég við borð núna en hef ekki verið við það áður, ekki þessu. Hérna vatnsflaskan mín. Þetta bráð nauðsynlega vatn. Ég svo að því ég úr Hafnarfirði, þá ég svolítið lengi að fatta og lengi að taka við mér og ég, það getur verið ströggl í þessum og ég var náttúrulega að byrja að tala. Og ég vildi allir taka með vaskglas, svo getur við svolítið sérvitur. Og svo byrjaði ég að tala maður og ég byrjaði að þotna upp í kverkunum eins og þeir sem tala en aldrei var neitt vatn. Og ég fór að ég þarf nú að fara að taka með mig vatn og ég gerði það aldrei. Þangað til að ég gerði þetta einu sinni og ég var að gera eitthvað og tók með mig vatnsglas. Og þá sagði ég að þetta var bara miklu betra. Svo fór maður að þotna í kverkum og bara bætti úr því bara með smá vatnssopa. Ekki miklu, maður ekki talað bara með vatnið, maður dreipið bara á því. Og þá var urður reddböndin alveg hoppandi glöð og liðkuðust alveg helling og maður þreyttist ekki eins mikið í röddinni af því að tala. Það náttúrulega eins og með það að tala að þú þjálfarið upp í því. Þegar ég var að byrja, svo við tölum nú það og þá gat maður að tala 1-2 mínútur og var maður búinn bara, gat ekki tala meira, það var bara öll orð bara uppþurr og það var sjálfhætt. En þannig byrjaði maður, svo talaði maður og þá gat maður tala aðeins lengur og svo kom maður seinna og þá gat maður tala ennþá lengur en þá og svo framvegis. Þangað til maður sá, eins og ég var að tala áðan í upphafi, að þá settist ég niður til að athuga stöðuna, maður var að prófa sig. Og eftir hálftíma þá stoppaði ég bara, ég man alltaf eftir þessu og ég sá þá að ég gat verið við þetta bara eins lengi og ég vildi. Þannig ennþá dag í dag að ég gerir þetta með þessa mætti, en eins og ég var líka að segja, og ég veit að þér líka alveg vel, að ég hef alltaf haft tíma á þessu. Ég hef aldrei verið sá kennari og fræðari í Jesú nafni sem að bara allt í hennu þegar komið tími þá keyrir maður sig upp í andanum og bætir maður við hálftíma og svo náttúrulega fyrir utan það að þegar maður bætir við hálftíma þá nennir enginn að hlusta á mann. Ég meira að segja, hef oft heyrt það að þessa 40 mínútur er alltaf langt. Og menn að henda 3 mínútum inn á hérna þessar síður, það eru allir á þessu síðum. En akkur á ég að vera það? Akkur á ég að vera að fóður einhverjar leti í mönnum? Ég vil bara gera þetta eins og Drottinn býður mér að gera þetta og hann vill að ég hafi það 40 mínútur og þá færðu væna minn 40 mínútur. Við skulum bara hlusta á Guð. Hann er ekkert í þessu snöggsána. Þannig að þetta snöggsána má vera með. En ef allir eru bara í einhverju snöggsónu þá færðu aldrei neina almennilega kennslu. Og það er það sem við viljum frambera góða kennslu. Akkur menn eru með þetta. Það er þessi hraði og öllu. Að við höfum sogast inn í þetta. Það hefur ekki tíma til að gera neitt. En ég sagði við sjálfan mig, ég ætla ekki að fara neitt þangað. Eins og ég var að segja á það. Akkur á ég að vera eitthvað að fóðra leti í mönnum að geta hvergi sest niður og hlusta. Ég held bara áfram við minn steðja og ennþá við þetta og ég ekkert að fara í neina aðra átt með þetta.
Ekki nema að Drottinn bjóði mér það bara, hann bauð mér aldrei að stytta þetta neitt og ég gerði þetta tíma og ég á nokkra þætti, ég held ég hafi verið með 2 mínútur eða 10 mínútur eins og svo fór ég niður í 5 mínútur, svo niður í 2 mínútur og gerði rauða þáttum með svona stuttaþætti. En ég setti það allt til hliðar og ég var ekki sáttur við það. Af því Drottinn bauð mér ekkert að gera þetta. En leyfði mér kannski að prófa þetta til að ég stæði bara hans vilja í þessu og ég ýtti þessu til hliðar og hef núna í 12-15 ár haldið mér bara við 40 mínúturnar. Ég veist það góður tími en eins og ég var líka að segja þá finnst mér sumir þetta lótt langt og þeir nenni ekki að horfa á þetta. Eins og þetta sagði, Kolli, út með þetta allt á langt náða, sagði við mig. Ég nenni ekki að horfa á þetta. Og það allt í lagi. Það þarf ekkert að horfa á þetta. Ég þarf ekkert að breyta mínu stíl því sem Guður sett í hjarta minn, bara vegna þess að hann nennir ekki að hlusta í 40 mínútur. Við verðum að nenna einhverju. Við megum ekki vera svo miklu nútíma, menn að við nennum engu, við erum bara grípandi þetta og grípandi þetta og laupandi þangað og laupandi hingað út allt. Og svo eftir daginn, þá komum bara þreytt heim og engin árangur. Við þurfum að setjast niður. Við þurfum að gefa okkur tíma fyrir, til og með orðið. Og það bara það sem Drottinn vill. Hann hvetur þig og mig og okkur öll þess að lesa daglega. Og svo getum við bætt við okkur ef við viljum einhverju efni sem svolítið svona ítarlegt efni þetta Guðs mál. Og þetta það sem að trúaður maður vill hvort hann nenni því síðan annar mál. Við viljum ýmislegt svo ég nenni því ekki. Við höfum enga tíma til þess. Mikið að gera. Og við erum rokin. Hvert það veit ég ekkert Svo komið þreyttir með kvældi. Og hvað árangurinn? Ég veit ekki. Kannski harla lítill bara. Eða alveg útkeyrð. Og ekkert að skapa óskan sum. Og svo mikið að gera í vinnunni maður og ekkert að yfirmaðurinn alltaf að skamma maður. Og þá kemur maður glaðastu maður heim að kvældi. Ég var aldrei neitt í því á vinnustöðu, ég man aldrei eftir því að yfirmaður væri eitthvað að skamma mig eitthvað meira en aðra. Það man ég aldrei eftir. Það kom fyrir samt að hann setti ofan í viðmann og það var allt í lagi, þá var það vegna þess að hann hefði nú bara hreinlega lífið til þess. Maður tók þetta náttúrulega mjög óstund upp og það allt í lagi líka. Við erum bara svona fólk. Við tökum ofan í gjöfunni óstinn, svona yfirleitt. En við lifum það nú allt saman af og hér eru við enn að nokkuð uppréttar manneskjur, þannig að allt fór þetta nú vel. En orð Guðs, það lifir og hér er maður orðsins að tala orð Guðs og þreytist ekki á. Það þessi einstaklingur, og ég veit að þú vilt það líka fyrir þig, hefur upplifað það að þetta er mesta gagni af þessu verki. Þess vegna líka gera hann þetta. Við höfum að vera það sem gagnið er mest á okkur. Og við sem þekki Jesús, gerum því kynróðalaust vilja hans og erum þá að gera gagnið mesta. Ef þú vilt henda út stuttum setningum og Drottinn hefur boðið þér að henda út stuttum setningum, þá gerir þú það. En ef Drottinn hefur boðið þér að hafa þér 40 mínútur, þá gerir þú það. Hvað verður? Drottinn veit alveg hvað hann syngur. Og hann er með hlutverk fyrir hvern einstakling. Og hlutverkið er kannski ekkert endilega það sem ég, og líklega ekki sama og ég hef. En við höfum að vilja hlýða því sem hann hefur að segja. Og þá gerum við vilja Guðs með bros og vör og sjáum ekki eftir neinu. Og sjáum árangur sem er mikilsverð. En það er komið tími og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.